Góðan daginn. Katrín heiti ég, í stjórn BIM Ísland, kemur norðan, ólst uppi að keyra massa Ferguson og drekka landa, þannig að ég fannst tilvalið að ég hér á sviði og fundarstjóri hjá okkur núna, þessari sessjón. Og ég ætla að kynna hérna til leiks, hér að koma frá Advania, Viðar Pétur og Hannes frá Háskóla Reykjavíkur. Og hann með eitthvað startup, ég náði ekki alveg hvernig það var, hann segir ykkur aðeins betur hvernig það sett saman og þeir ætla komið svið og hafa fyrirlestur. Þannig tala borgarskipulag með gervigreind og mér sagt ég mætti ekki segja VR en ég ætti að það væri virtual reality en það væri við stéttarfélag sem líka væri það, þannig að við ættum að kalla þetta sýndarveruleika. Þannig að gjörðu svo vel. Ég taka þennan, Ertu ekki með á? Já, við erum með. Já, við erum með hennar, ok. Gaman að sjá ykkur og takk fyrir að bjóða mér að koma. Ég heiti Viðar og vörustjóri á gervigreindarsetrinu hjá Advania. Og þótt að kannski flestir þekkja vonandi Advania í húsinu, að það er kannski færri sem vita að Advania er núna orðið eitt af stærstu tæknifyrirtækjum í Evrópu, þar sem við erum með starfsemi á öllum Norðurlöndunum og í Bretlandi sem hefur gert okkur svona opnum þær dyr að fá að starfa með fyrirtækjum á borðið Nvidia sem er eins og einhverju vita er orðið stærsta fyrirtækið í heiminum í dag og það hefur opnað svolítið svona skemmtileg verkefni fyrir okkur þar sem við komist í samstarfsverkefni með háskólanum í Reykjavík því að það er alltaf svona ákveðin áskorun að ná að brúa þetta bil, sérstaklega í heimi gervigreindar, frá því að við erum með eitthvað svona skemmtilegt tól í höndunum eins og ChatGPT sem getur sagt okkur frá ráðstefnu en tala eins og sjóræningi eða tala í formi hávamála sem er bara svona mjög svona skemmtilegt hugtak en ekkert sérstaklega mikið virði í því svo sem fyrir rekstur og hvernig við náum svo raunverulega að skila virði. Og svona okkar hugmyndafræði í þessari nálgun er að vinna með góðum samstarfsaðilum eins og Háskólanum í Reykjavík þar sem að hugmyndirnar verða til og aflið til nýsköpunar er einmitt þar. Það er bara mínu mati að eitt klárasta fólkið á landinu á þessu sviði er einmitt þarna og bara algjör heiður að fá að taka þátt í þessu. Og með þessum lausnum sem þeir eru að gera þá er okkar markmið að reyna að koma því yfir til skila inn í atvinnulífið. Og hvernig við erum að gera það með gervigreind sérstaklega, að þá erum við svolítið að horfa á gervigreind á tveimur ásum. Það er annars vegar þessi láréttu verkefni sem við köllum svona svolítið bara gervigreind fyrir þig og gervigreind fyrir þinn feril, þar sem við erum að taka einhverja sérstakar lausnir eða sérsnið einhverja sérstakar lausnir sem að hjálpar þá þér og þínu ferli við að nota gervigreind. Hins vegar þessi svona láréttu verkefni er þá þessi sem er þá eins og gervigreind fyrir alla, sem allir í deildinni geta notað, allir starfsmenn geta notað. Og eins og svona helsta áskorun er bara hvernig við gerum þetta, með hvaða tólum við erum að gera þetta. Og það gleymist líka oft í þessari gervigreindar umræðu að gervigreind snýst ekki bara spunagreind eða ChatGPT, heldur er gervigreind rosalega stórt og vítt hugtak, meðal annars snýst það sýndarveruleika sem við ætlum að sýna ykkur eftir smá stund. Og já, það kannski bara að fara að koma Hannesi upp á svið til þess að sýna ykkur þetta demo þar sem við höfum gert sýndarveruleika á öllu suðvesturhorni Íslands og hvernig við getum nýtt það til þess að hjálpa okkur að skipuleggja borgarskipulag og taka betra og meðvitaðri ákvarðanir. Þannig að takk fyrir mig og gefum Hannesi gott klapp. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er kannski bara að byrja á smá inngangi tæknin sem við erum að þróa. Við köllum þetta virtual reality terrain. Og ég ætla kannski að skýra það aðeins á eftir en ég ætla að segja að Háskólinn í Reykjavík hefur stofnað svona fyrirtæki sem við köllum Envalis til þess að hjálpa til að koma þessu út yfir í samfélagi því sem við verið að þróa í 22 ár. En þetta byrjaði sem rannsóknarverkefni, samstarfsverkefni Háskólans Reykjavík, Uppsala háskóla,
og DGJ, Design Consulting and Research, og við vorum að skoða í rauninni hvort að við getum notað sýndarveruleika til að mæla sálfræðileg áhrif umhverfis á fólk og gert mælingar sem sagt í sýndarveruleika, í sýndarumhverfi áður en við förum að byggja og skoðað hvort að, eða spáð til það, hvernig fólk, hvaða áhrif þetta umhverfi á eftir að hafa eftir að við byggjum, sem kannski svolítið aðeins og seint að skoða hlutina þegar eru orðnir að veruleika. En þetta byrjaði sem rannsóknarverkefni og við vorum að gera sýndarumhverfi, sýndarútgáfur af raunverulegu umhverfi og sett eins og fólk inn í raunverulega umhverfið og sýndarumhverfið og gátum gert mælingar á báðum stöðum og borið saman. Og niðurstaðan var gríðarlega, hvað ég segja, góð að við sáum þarna svart á hvítu að sýndarveruleiki nýtist einmitt í þetta. Það er hægt að treysta því sem við erum að fá út úr sýndarveruleikanum, þótt að vísu kannski, áhrifin ekki alveg jafn há að þá fylgja þau sömu ferlum. Þetta leiddi til þess að við ákváðum að reyna að hagnýta þessar rannsóknarniðurstöður í verkfærum sem við erum að reyna að bjóða upp og eru núna í samstarfi Advania við að þróa áfram. Einhver verkefni eru þegar komin að stað og þið kannski hafið séð verkefni sem við höfum gert með blönndósi, þar sem við tókum gamla blönndós, settum inn í sýndarveruleika. Þar er hægt að máta inn til dæmis ýmis hús sem eru löngu horfin og þið getið upplifað bara það að ganga niður götuna með gleraugunum og allt og sjá bara hvernig er að umgangast þessi gömlu hús. Eru þau kannski, eigum við að hafa þau öll inni, eigum við að hafa 2-3 eða er þetta bara slæm hugmynd? Þetta getum við allt prófað inn í þessum sýndarveruleika. Stærri verkefni, núna eitt nýlegt verkefni er á Hólmavík, Brandaskjól er alveg nýtt hverfi sem er að verða til þar, er svona á teikniborðinu þar og þar var einmitt hugmyndin hvernig getum við bara séð þetta fyrir okkur, geta íbúarnir prófað að fara þarna og átta sig hvernig allir hlutir liggja. Þetta er ofta eitthvað sem er erfitt að átta sig af teikningum, af þessum gögnum sem við erum kannski að vinna meira með, svona sérfræðingarnir. Þannig að íbúarnir eru stundum svolítið svona, hvað ég segja, þeir eru svolítið kannski óttafullir, þeir heyra að það eru breytingar í gangi, þeir veit ekki alveg hvað er að gerast og okkar reynsla er að þetta slær svolítið á óttan, hreinlega, að gefa bara fólki tækifæri að fara inn í þessi verkefni í bara eins og þau séðar og labba þar En þetta krefst þess að við þurfum að geta búið til þessi umhverfi mjög hratt, þessar upplifanir í sýndarveruleika mjög hratt, af því að við viljum vera bara hluti af öllu ferlinu, byrja að snemma að máta hlutina inn og prófa. Við erum ekki hérna að skoða einhverju tækni sem við erum að tala um að sé svona til að sýna þegar allt er tilbúið, hvernig þetta á að vera. Við erum að tala um einhvers konar svona lifandi sandkassa, það sem við getum mátað inn hlutina og ég ætla bara að sýna ykkur, ég ætla bara að sýna ykkur hérna snöggvast. Þetta er þetta að keyra núna, nú má þetta lækka aðeins. Þetta er bara að keyra núna á þessari vél, ég þurfti að taka aðeins stærri vél, heldur en þú veist, laptopvélina. En þetta er, hérna erum við í Reykjavík, innir í gömlu höfninni og ég ætla ekki að fara inn í neitt endilega þessi verkefni sem við verðum að skoða með þessari tækni, en þarna til dæmis voru að bjóða fólki að máta inn í þetta, til dæmis mismunandi hugmyndir fyrir gömlu höfnina eða fyrir Vesturbyggð. Þetta er eins og orðið meir en árs gamalt í rauninni akkurat þetta hérna, þessi hluti verkefnisins. En ég er núna bara eins og ég sé í tölvuleik. Ég gæti verið með sýndarveruleikagleraugun en ég er bara hérna með skjá, mús og lyklaborð og þegar ég fer að hreyfa mig þá verður til svolítið svona óþægilegt í maganum af því ég er að stýra. En ég get horft hérna allt í kringum mig bara með músinni eins og ég sé í tölvuleik og þetta er bara frá fyrstu persónu sjónarhorni og ég get gengið hérna. Þetta er ekki svona aðeins meir en göngurhraði en maður getur stillt þetta og farið hérna niður og getur skoða hlutina frá öllu sjónarhornum. Ég ætla að skjóta mér hérna inn á milli hjá kaffivagninum og erum komin hérna inn á aðra bryggju hér og erum komin hingað þannig að ég get bara labbað og labbað en það geti verið svolítið tekið langan tíma að labba alla Reykjavík þannig að ég hef líka sett inn nokkra svona punkta sem ég get stokkið á þannig að ég stekk núna á Mýragötuna þannig að ég bara hoppa þarna yfir, komin á Mýragötuna, get þá labba niður Mýragötu
Það er aðeins hraðar, svolítið eins og ég sé að bíll að keyra bara. Og þarna eru núverandi hús. Þau eru þarna inni, fólkið hérna til dæmis upp í brekkunni. Það vildi til dæmis bara skoða útsýni úr sínum gluggum og slíkt. Og það er allt saman sett inn í réttum skala á réttum stöðum. Og við getum farið hérna niður, skoða þetta og þarna er þessi reitur sem er verið að þróa núna, ef við farið að byggja hér núna. Svona. En svo sjáum við hérna Esjuna í baksýn. Og þetta er það sem við viljum meina að sé algjörlega nýtt, er að við getum síðan bara stokkið þangað upp. Nú erum við komin upp á Esju, horfum tilbaka. Þarna er höfnin einhvers staðar, hérna eru sundin öllsumul, hér erum við með fugla og gróður upp í Esjunni og ég get haldið áfram að labba. Ég hefði getað labbað hingað upp frá gömlu höfninni. Það hefði tekið mig raunverulegan tíma að komast hingað upp. En það sem er að horfa á hérna, þetta er ekki gervihnattamynd. Þetta er ekki mynd sem að tekin úr lofti hátt ofan. Af því að ef þið hefði gert það, þá væri þið sennilega ekki að fá þessi blóm. En það eru svona blóm allstaðar á öllu þessu svæði. Ef þið farið einhvers staðar upp, til dæmis, ef við förum hérna næst kannski bara út í, þarna sjáum við Mosfellsbæinn og þarna sjáum við Úlfarsfell. Nú erum við upp á Úlfarsfelli, ég hoppaði þangað. Þarna erum við komið með náttúrulega þessa fínu lúpínu, sem er náttúrulega allstaðar. Og svo erum við með trén hérna í brekkunni. Nú kannski fáið þið smá í magan, ég verð að afsaka það. En þið sjáið að nákvæmnin eykst eftir því sem ég kem nær. Þið sjáið að trén eru að verða raunverulegri og raunverulegri eftir því sem ég kem nær trjánum. Og grasið rauninni sprettur upp svona við fæturnar á okkur. Þarna erum við bara komin inn og þið sjáið bara hennan afskaplega fallega jólatré. Hver nál er þarna á þessu jólatré. Og þetta er út allt höfuðborgarsvæðið. Við getum farið þarna inn í Elliðaárdalinn, skoða gróðursvæðin þar, eða farið bara niður á strönd. Ég get hoppað upp í flugvél, nú er ég bara að fljúga. Ég get farið bara flogið út á sundin til dæmis. Hérna eru kannski staðir sem ég vil bara kíkja á. Prófa að lenda á. Nú bara fer ég aftur, nú er ég bara eftir að labba. Get farið hérna niður á sjávarborðinni. Og þetta er vatn. Þetta er hægða sér svolítið eins og vatn. Og ég get hort hérna tilbaka. Þarna var ég uppi áðan. Ég get skoða hérna náttúrulega þessi hverfi. Og eins og ég var náttúrulega að tala kannski skipulag áðan. Og en það sem er mikilvægt við þetta er að þetta er eitthvað sem fólk skilur. Það er þess að fólk skilur það að standa þarna og horfa á umhverfið í kringum sig. Og það að geta staðið svona bara eiginlega á eigin fótum og haft þetta nær umhverfið í þessari upplausn, í þessum gæðum, það er mjög mikilvægt sem er eitthvað sem er erfitt að gera á þessum skala. En með aðstoð tækni sem við köllum reyndar procedural computing, eða þetta er svona algoritmist gert alls saman, sem er í rauninni tegund af gervigreind, að þá er þetta hægt. En ég ætla að fara hérna aðeins upp, bara til að sýna ykkur þá, þetta er bara eins og hlutinni eru í dag, en við getum náttúrulega máta síðan inn, eins og hérna, þá erum við bara með, það er að varpa hlutum inn í þetta líkan, og þetta er náttúrulega bara teikning hérna á skipulagi. Það er náttúrulega fullt í gangi allstaðar. Hérna er bara eitt dæmi sem hægt er að varpa þarna inn. En þetta er tvívítt. En það er hægt þetta líka að taka inn módelin eða svona þessa umfangs líkön eða smíði. Og það gefur okkur ýmis tækifæri þegar við komum með hlutina í rétta hæð til dæmis. Að þá getur verið gaman bara að prófa út frá þessu, að fara síðan til dæmis hérna upp og skoða hvernig hvaða áhrif að það gæti til dæmis haft bara frá hvaða sjónarhorni sem er. En eins og ég segi, mér finnst að það hafi oftar komið fram þegar við erum að prófa þessa tækni
að það slær svolítið á ótta fólks. Af því að eins og ég segi, það veit ekki alveg hvað er að fara að gerast, en svo getur það að prófa bara að fara sinn gamla göngutúr og upp í Úlfarsfellið eins og hér, til dæmis að ég var nú bara áttað mig á því í gær að við sjáum svo sem ekkert mikið inn í hverfið þarna sem er þarna næst Mosfellsbænum akkurat núna, það er akkurat þess að fjall inn á milli. Þannig að kannski að þá muni þetta hafa lítil áhrif á útivistina hér, við getum bara að prófa það. En þetta er eitthvað sem hefur í rauninni kannski ekkert verið tekið inn í ferlana það mikið að skoða, það hefur oft náttúrulega tekið inn í ferlana að skoða útsýnispunkta á ákveðnum stöðum. En þetta fría flæði bara, þetta geta farið hvert sem farið á milli hverfa og skoða tengingar á milli hverfa og hér finnst mér náttúrulega gríðarlega áhugavert að skoða risaverkefni sem eru þá bara eins og til dæmis brúin hér eða borgarlínan eða eitthvað sem bara af mikilli stærðargráðu og tengja þetta allt saman inn í svona umhverfi. Við getum sett, og þetta er með skalan, hérna erum við með þetta háa, við getum þetta sett inn loftmyndir, þetta er loftmynd sem bara lögð ofan á, þannig að þetta er bara, þú getur sett inn í hvaða myndin sem segja ofan á, en gallinn við loftmyndir er að þegar þú ferð alveg niður á götulevel þá verður hún bara einhvern veginn svona pixelated eða svona, og hún er ekkert sérlega skýr, þannig að þetta ráða því hvort þú vilt hafa hana eða bara gróður. En það er kannski ein spurning, hvernig gerum við þetta, hvernig erum við að fá þetta allt á réttan stað eins og bara plönturnar? Lúpínan, hvernig birtist hún þarna? Við erum að nota gögn frá Náttúrufræðistofnun. Við lesum inn gríðarlega góðan gagnagrunn sem þeir eiga yfir vistgerðir á Íslandi. Og við erum búin að skilgreina yfir 30 mismunandi vistgerðir. Vistgerðarkortin eru í miklum dýrleik, þetta er niður í svona 10 metra svæði sem eru bara flokkuð eftir því hvað er á svæðinu. Er þetta lúpína eða er þetta birki eða er þetta svona? Þannig að við erum búin að gera þetta allt saman og við lesum það allt saman inn og genererum síðan bara allt þetta svæði með þessum upplýsingum. Við lesum náttúrulega líka inn upplýsingur hvar húsagrunnarnir eru, göturnar, við lesum þetta allt. Þetta er bara allt þessi leira sem þið sérlega kannist vel við. En það sem er nýtt við þetta er að við erum að breyta þessum gögnum yfir í upplifun. Af því að upplifun er það sem að fólk skilur. Og ekki bara almenningur, kannski líka þeir sem að vinna í þessu, það verður líka gaman að geta hoppa svolítið fram og tilbaka úr þessum mismunandi umhverfum. Hérna er dæmi eitthvað sem er mjög svona nær okkur, til dæmis nálægt okkur. Þetta er leiðin í Kársnesi meðfram sjónum þar og hérna getum við upplifað það ýmist að labba þessa leið eða hjóla, við erum líka með hjól hérna inni ef maður vill prófa að hjóla. Það er mjög gaman, þannig að við getum tekið svona svæði, þetta er svona dæmi eitt svæði, ef við bara kíkjum hérna upp aftur, þá er náttúrulega restin af þessu ekkert í sama díteil hérna. Við erum þá bara að taka fyrir okkur ákveðin svæði sem er verið að skoða, við bætum því svæði inn, sumt af því er þá svolítið handgert eins og þessi hús, þessi hús er náttúrulega bara sjálfvirk, þeir náttúrulega bara að rísa upp úr grunnunum, en þegar þið farið inn í að setja til dæmis raunveruleg hús, þá erum við líka með inn í svona verkferlinu ákveðin leið til þess að taka það fljótt og vel inn í þessi kerfi. Og til þess að aftur, til þess að sýna ykkur hérna skalan á öllu, nú erum við komin hérna upp, nú erum við komin upp í Heiðmörk, við erum komin út fyrir höfuðborgarsvæðið, þið kannist kannski við þetta, Helgafell og svona stemninguna hérna, og áfram, já, oppur tilbaka inn í Hallgrímskirkju. Og við getum hort út gluggana hérna, svona útsýnið út mismunandi gluggum í Hallgrímskirkju. En svo stærsta stökkið er Grindavík. En nú erum við komin til Grindavík. Það er að vísu ekki alveg í sömu upplausn og restin af heiminum sem við sköpuðum hér. Þetta er svæðið sem er allt procedurally generated, ef við skletti aftur. En svæðið sem er í kringum höfuðborgarsvæðið, svona 32 kílómetrar sem 32 yfir höfuðborgarsvæðið, er í aðeins hærri upplausn heldur en síðan restin sem er í aðeins lægri upplausn. En við vinnum þetta svona á stórum flekum og ákveðum ákveðna upplausn sem við viljum hafa.
Þannig að þessi 32 kílómetrar eru svona standard vinnusvæðið okkar. Þannig að Hólmavík er 32 kílómetrar. Og svo getum við brotið það niður í litlar einingar og alveg niður í smæstu einingar ef við viljum. Þetta er sem sagt svona, ætlum bara að sjá hver tíminn er núna. 10 mínútur eftir, þannig að ég er með datt í hug. Ég held að ég sé með, sjá. Já, það er líka kannski eitt í viðbót sem ég held að nefna hérna. Ef við förum hérna upp á Edge aftur. Að það er að við erum líka með stjórn á sólinni, tímanum og veðrinu. Það er klukka þarna, hér. Þannig að við erum núna, þetta er hvað er þetta? 1. mars 26. Þannig að klukkan er núna, þannig að sólin er að fara að rísa núna. Svo kemur hún hérna yfir. Og það þýðir náttúrulega að þegar þeir eru komin kannski, þegar þeir eru kannski hérna, þá eru þeir kannski að skoða skuggana eftir tíma dags, sem getur verið mjög skemmtilegt. Ég meina mikið af þessu, já, þetta eru verkfæri sem þeir eru náttúrulega með inn í mörgum af þessum tólum, en það er þetta sameinaði mörg hér og líka hljóðmyndin er eitthvað sem við erum líka mjög áhugasum og við höfum búið til svona hljóðvél sem líka býr til hljóð procedurally, það skoðar vistgerðirnar sem eru kringum ykkur og setur þá blandar inn þeim fuglum sem eru líklegir til að vera á ákveðnum svæðum. Þannig að það er svona eitt hluti af þessari upplifun sem okkur finnst mikilvægt. Ég ætla kannski bara, fyrst ég bara svona 5 mínútur kannski, að bara til þess að sjá eitt nýtt verkefni. Þetta er svona algjörlega óskipulagt hér, en ég ætla bara að hoppa inn í Hólmavíkina því að það er bara svona okkar nýjasta verkefni. Og það er komið, við erum búin að gert, já, það er líka spurningin hvernig þið kannski komist inn í þessu umhverfi. Við bjóðum þeim sem eru að vinna með okkur að fá svona, eins og bara leik, eins og fá tölvuleik til þess að skoða hlutina. En við búum líka til vídeo og myndir frá hvaða sjónarhorni sem að fólk kýs og við erum líka að þróa svona vefgátt þannig að þið getur farið inn á vefsíðu og farið að skoða hlutina. En það er kannski, við erum ekki alveg komin, en það er kannski akkurat í þessu samstarfi núna sem við NVIDIA og Andvania, þar sem við erum kannski að skoða hvernig við getum komið þessu inn í eitthvað svona streymi. Þannig að þið þurfið ekki að hafa þessa tölvu hérna til þess að upplifa þetta. Þannig að við erum þarna bara algjörlega komin þar sem að tæknin er varla að halda í við þessar hugmyndir hérna. En hérna er Hólmavík, kannski kannist við einhver hérna sem hafi komið hingað. En svona verkefni sem er svona 32 kílómetra svæði, getum alltaf hort hérna bara yfir. Þarna er öll strandlínan. Við erum að tala að með þessari procedural tækni að þá getum við skapað þetta á innan við viku. Bara úr þessum gögnum, bara þið bara segja hvaða svæðið er það sem þið hefði áhuga á. Og svo er þetta svona eitt level of detail eða svona af húsum sem er eitthvað sem við erum að svona skoða því við erum að reyna að gera hlutina eins hratt og mögulegt að þá hefur við skilgreint svona detail level fyrir hús sem að fólk er rauninni þá það þarf ekki að gera allt í fullkomnum detail en þessi svona meðal detail sem þið sjáu hér er eitthvað sem er mjög fljótlegt að gera. Þannig að hérna ætla ég bara að enda á þessu, fara hérna upp, hérna sjáum við nýja hverfið og hérna er skipulagið hérna ofan á þessu. Já, þetta er bara það sem ég ætlaði að sýna ykkur. Takk fyrir. Þessu já. Það er svo sem ég geta að segja náttúrulega. Nei. All right. En þið getur þetta að fundið okkur síðar ef þið ekki, hérna er allavega mitt netfang eða þið viljið senda mér einhverjar spurningar. En er einhverjar spurningar úr sal? Ein alveg, já. Hvað var svona ástæðan fyrir að byrja háskóli eða Andvania, hvaðan kemur svona Sko, já, spurningin er hvar rauninni kemur þetta svona samstarf, hvaðan sprettur það í rauninni og sko við erum
í þessum rannsóknum og í þessu þróun í okkur þá erum við að rekast á alveg gríðarlega tæknilega veggi. Og við vorum hreinlega komin, eins og ég segi, þessi vél hér er eitthvað sem við hreinlega bara gátum ekkert skaffað okkur með auðveldum hætti. Við vorum í rauninni að setja okkur í samband við NVIDIA og þá kemur alltaf í ljós, hérna erum við með NVIDIA bara á Íslandi, þú veist, beina tengingu. Við vorum einhvern tímann að vera að senda svona skilaboð til NVIDIA, þú veist, við erum með eitthvað sniðugt í gangi hérna, viljið þið styrkja okkur, en svo komum við ljós að það voru styttri leiðir, hreinlega, að þessu. Og við erum að sjá fyrir okkur svo gríðarlega marga spennandi hluti núna, það er sjálfvirkni í þessu, en það er ekki beinlínis þessi þjálfaða gervigreind sem við erum öll að sjá alls staðar. En það gæti verið annað skref sem við myndum vilja taka hérna og prófa að þjálfa upp einhvers konar þá sjálfvirka gerð einhverja nákvæmra hluta inn í þessum umhverfum. Já, önnur spurning hérna. Upp að hvað marki getið þið sjálfvirkt teiknaði hús? Já, við erum ekkert lagt mikið upp úr því ennþá. Við höfum aðeins gert smá rannsóknir og svoleiðis í því, en við höfum ekkert gert annað en bara að extrúta þessum tvívíðu teikningum hingað til. Þannig að við erum ekki að beita sjálfvirkni mikið þar, nei, ekki ennþá. Við getum síðan tekið inn náttúrulega skönnuð hús, ef fólk vil bara droppa þeim inn, þá er það náttúrulega önnur leið til að ná þeim frekar hratt inn. Það verður kannski hægt að ná á okkur í pásu eftir. Já, ok, takk fyrir. Hefur þú einhverju við þetta bæta við þar, Pétur? Kannski ekki beint, en bara, nei, í rauninni ekki. Bara gaman að sjá hversu ótrúlega hratt þetta er að gerast og hvet ykkur til þess að hafa samband ef þið hafa áhuga. Flott, heyrðu. Takk fyrir. Þá bara takk kærlega Takk. fyrir. Góðan velvistur.